Ég ætla að segja já í ágúst vegna þess að ég held að við kannski að ganga í Evrópusambandið. Ég vil að minnsta kosti sjá betur hvað í því felst, því fylgja margir kostir, því fylgja líka áskoranir og mat á heildarhagsmununum fæst ekki nema við fáum að sjá virkilega hvað í samningi felst. Ég vil taka meðvitaða ákvörðun framtíð mína og þess vegna segi ég já við að sjá. Ég ætla að sjálfsögðu að segja já í ágúst af því að mér finnst hreinlega galið að skoða ekki betur hvað felst í því fyrir svona tækifæri barnanna minna 4 að við göngum á endanum inn í Evrópusambandið. Ég trúi því að það geti aukið frelsi þeirra að umheiminum, tækifæri til að mennta sig erlendis og mögulega eiga aðeins auðveldara með að kaupa sér sína fyrstu fasteign og þar fram til göttum. Þess vegna segi ég já í ágúst. Ég ætla að segja já í ágúst því að mér finnst ekki skynsamlegast að útiloka ESB-samstarf þegar maður veit ekki hverju það fylgir og hver samningurinn í raun og veru er. Ég forvitin manneskja að eðlisfari og þess vegna ætla ég að segja já við að sjá. Mig langar að sjá hvort að aðild að Evrópusambandinu komi til með að nýtast landbúnaði og landsbyggðunum á Íslandi. Mig langar að sjá hvort að börnin mín muni koma til með að njóta góðs af Evrópusambandinu eða ekki og þess vegna tel ég mikilvægt að segja já í ágúst. Ég hugsa að ég segi já í ágúst af því mér langar að sjá hvað í boði. Mér finnst svo oft með okkur Íslendinga að þegar við stöndum í einhverju stórræðum, alveg eins og þegar við vorum að gera Hvalfjarðargöngin eða þegar við vorum að ákveða með EES, en þá förum við alltaf í svo mikla skotgrafir. Við förum alltaf í það að mála skrattan á vegginn að hlutirnir séu miklu verri en þeir eru. Mér finnst nauðsynlegt að setja eitthvað varnagla á, en mér langar að sjá allavega samninginn, þannig að ég geti sjálf tekið afstöðu út frá bara upplýstri ákvörðun hvort að ég vilji ganga inn eða ekki. Ég segi já vegna þess að ég vil skoða möguleikann á meiri stöðugleika, lægri vöxtum og betri kjörum fyrir heimilin í landinu. Og ég segi já vegna þess að ég vil tryggja ungu kynslóðinni sem bestu tækifæri til framtíðar. Ég segi því já til að sjá þann 29. ágúst. Í ágúst? Maður hafnar ekki samning sem ekki búið að skrifa. Ég vil vita meira, ég vil skilja betur. Þess vegna ætla ég að segja já í ágúst. Ég ætla að segja já í ágúst því ég vil sjá samning við Evrópusambandið og meta það sjálfur hvort og hvernig hann geti gagnast íslenskri þjóð. Það var mikil gæfa fyrir Ísland að ganga í liðs við EFTA og gera EES-samninginn á sínum tíma. Þá sem nú voru úrtölur ræddir. Það myndi engum detta í hug að tala þá samninga niður í dag. En við stöndum frammi fyrir því í dag að taka þá ákvörðun, hvort við viljum kanna þau mál. Við búum við minnstu sjálfstæða mynt í heimi, íslensku krónuna. Það kostar. Uppsöfnuð verðbólga síðastliðin 10 ár í kringum 50% og launahækkanir í kringum 90%. Mér finnst það stór spurning hvort við náum tökum á efnahagsmálum í slíku umhverfi. Ég ætla að kjósa já út frá staðreyndu. Sem dæmi má nefna Samsung Galaxy, nýjasti síminn á útsölu á Nova 22% dýrari á Íslandi heldur en á Evrusvæðinu. Ég ætla að segja já í ágúst því mér finnst það óábyrgt að taka ákvörðun án þess að vera búin að sjá samning. Við viljum að allar forsendur liggi fyrir til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun sem þjóð saman.